Jóhanna Oddsdóttir, Birgitta Rún Birgisdóttir, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og svo sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 5 mál, fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. september, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. september, fundargerð lýðheilsuráðs frá 3. september, fundargerð velferðarráðs frá 12. september og að lokum fundargerð menntaráðs frá 13. september. Nú kæru bæjarfulltrúar, gestir og þau sem eru hér að horfa á fundinn í streymi, þá eins og þegar við væntanlega tekið eftir nefndi forseti hér ekki bæjarstjóran okkar á nafn sem viðstaddan fundinn, en forseti vill upplýsa hér og okkar ágæti bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson farinn í formlegt veikindaleyfi. Þessar upplýsingar hafa verið birtar opinberlega í fundargerðum bæjarráðs og einnig í fjölmiðlum og við berum hér kærar kveðjur til okkar besta Kjartan Más. Nú þá höldum við í fyrsta mál fundarins, fundargerði bæjarráðs frá 5. og 12. september síðastliðnum og orðið laust fundargerðirnar. Já, Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem undir bæjarráð 5. september og langar mig bara að tala eitt mál þar. Mál númer 7, styrkur til kvennaathvarfsins. Ég ætla að fagna þessu og mér þykir svo vænt kvennaathvarfið því að mér langar bara að árétta að það eru konur í okkar samfélagi sem þurfa einmitt að flýja heimili sín og oft margar nætur í röð, þannig að þetta kærkomið og líka stundum með börn með sér. En þá langar mig líka að minna á að við öll getum gert líka styrktar aðilar kvennaathvarfsins. Við getum orðið vinur kvennaathvarfsins inn á kvennaathvarfi.is og gerast þá styrk aðilar. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Nú, forseti vill minnast hér á eitt fundalið frá fundargerð bæjarráðs frá 12. september síðastliðnum og minna bæjarfulltrúa á æsispennandi aðalfund Samtaka orkusveitarfélaganna og hvetur ykkur til að mæta hafið þið áhuga á þeim málefnum sem verður það 9. október næstkomandi klukkan 1 á Hótel Nordica sem daginn fyrir fjármálaráðstefnuna. Þannig ef ykkur langar í 3 daga ráðstefnu, þá endilega mætið þið. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Hér hefur Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 5. september, liður 3 landeigendur í ytri Njarðvíkurhverfis. Umboð þykir mjög sérstakt að ríki og sveitarfélög að rukka lóðarleigu í gegnum landeigendafélög. Það er orðið löngu tímabært að færa þetta í nútímalegt horf og landeigendur eins og ríki og Reykjanesbær rukki lóðarleigu á því landi sem þeir eiga en ekki í gegnum landeigendafélög. Ég óska að þetta verði bókað. Mig langar einnig að koma hérna undir lið 4, samþykkt umgengni á þrifnað utanhús. Ég fagna því að samþykkt var umgengni þrifnað utanhús á starfsvæði heilbrigðisnefndar Suðurnesja og þetta virkilega þarft verkefni og ánægilegt að sjá að þeir hafa þá stærri heimildir til að taka ákvarðanir og hreinsa til í okkar nærumhverfi. Mig langar einnig að koma hérna undir lið 7, styrkur til kvennaathvarfsins. Ég tek undir orð bæjarfulltrúa Sigurrósar Antonsdóttur. Ég virkilega ánægð að við höfum haft tækifæri á því að styrkja kvennaathvarfið 400.000 krónur. Takk fyrir. Hér eiga sér stað rökræður út í sal. Halldóra Freyja Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég biðst afsökunar á þessu. Ég bara ég held að já, við erum búin að átta okkur á hvað þetta eins og einhver sagði rangur misskilningur á milli okkar að þetta hefur sennilega það sem bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir var að benda á var
eflaust 5. mál í fyrri fundargerðinni, fyrirspurn íbúa varðandi lóðarleigu landeigandafélagsins. Já, það var í raun og veru upplýsingabréf í 3. máli í fyrri fundargerðinni. En það er þannig, það er á sumu lóðum sem eru innan sveitafélagsins þar sem að eru að hluta til í eigu Reykjanesbæjar og hluta til í eigu landeiganda. Og það er þannig að og við fáum svar vegna þessarar fyrirspurnar inn í bæjarráð núna næstkomandi 50. En það er þannig að þá rukkar Reykjanesbær sinn hluta og landeigendur hafa rukkað þeirra hluta, eins og til dæmis ef lóðin er 50% í eigu sveitafélagsins og 50% í eigu landeigenda, að þá er rukkun vegna lóðarleigu í þessum hlutföllum frá þeim aðilum. Það er bara til að skýra það. Já, takk fyrir þetta. Nú orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skifið merki. Það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá tökum við hér fyrir annan lið á dagskrá fundarins sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. september og við erum hér með nokkur mál sem samþykkja þar sérstaklega og hefur forseti yfirferð á þeim málum. Nú fyrsta sem við tökum fyrir er 3. mál fundargerðarinnar Ásbrú til framtíðar rammahluti aðalskipulags. Orðið er laust lið 3. Valgerður Björk Pálsdóttir. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ásaki. Mér langar að ræða aðeins mál 3, Ásbrú til framtíðar, rammahluti aðalskipulags. Þessi framtíðarsýn Ásbrú er verulega spennandi og vonandi fá sem flestir bæjarbúar að sjá þessi gögn til að geta séð fyrir sér uppbygginguna sem mun eiga sér stað næstu ár og áratugi í þessu hverfi. Einn helsti kosturinn við rammaskipulagið er áherslan á þéttingu byggðar, sérstaklega í kringum miðsvæðið sem er kallað hjartað. Þetta mun stytta vegalengdir, styrkja samfélagslífið og gera Ásbrú að enn meira aðlaðandi búsetukosti. Skipulagið leggur áherslu á að draga úr bílaumferð og efla vistvænan ferðamáta eins og göngu, hjólreiðar og almenningssamgöngur. Mér finnst sérstaklega ánægilegt að sé áhersluna á að efla græn svæði, skapa skjól og gera útivist mögulega allan ársins hring. Skipulagið gerir ráð fyrir fjölbreyttu húsnæði sem hentar fólki á öllum aldri og á ólíkum æviskeiðum. Þetta er mikilvægur liður í því að skapa blandað og fjölbreytt samfélag en ekki einsleitt. Ef ég leyfi mér samt að skoða einn hóp, barnafjölskyldur, sem ég kannski eðlilega hef áhuga á að því ég tilheyri þeim hópi núna, að þá gleðst ég yfir því að sjá í skýrslunni að lögð mikil áhersla á að efla og bæta leikvelli á Ásbrú. Gert er ráð fyrir að fækka þeim en gera þá ennþá stærri, fjölbreyttari og áhugaverðari fyrir börn á öllum aldri. Sérstaklega er minnst á það að það er mikilvægt að hafa leiksvæði þar sem bæði börn og fullorðnir geta notið útiveruna saman, sem vantar einmitt mjög oft á leikvöllum. Einnig eru hugmyndir að nýta bílastæði sem leiksvæði og já, ég veit þetta hljómar mjög furðulega, en í skýrslunni kemur fram að bílastæði við leikskóla nýtast aðeins í stuttan tíma á dag þegar foreldrar eru að skutla og sækja. Og til að auka nýtingu svæðisins er hægt að gera bílastæði af fjölnota svæðum með gegndræpu yfirborði þar sem börn geta leikið sér. Varðandi skólamál að þá er gleðilegt að sjá að það er tekið skýrt fram að Reykjanesbær hafi ákveðið að næsti grunnskóli muni rísa á Ásbrú, sem hefur reglulega verið að veltast í umræðinni, en við í meirihlutanum höfum verið skýr með þetta að næsti grunnskóli verði byggður þar. Auk þess er gert ráð fyrir að 2 grunnskólar til viðbótar rísa á Ásbrú á næstu áratugum sem mun tryggja að börn í hverfinu fái notið skólagöngu í nálægð við heimili sín. Skipulagið gerir auk þess ráð fyrir að byggja upp stórt íþrótta- og tómstundasvæði með fótboltavelli, íþróttahúsi, sundlaug og almenningsgarði. Þrátt fyrir alla þessa jákvæðu þætti eru að sjálfsögðu líka áskoranir sem þarf að takast á við, sem eru auðvitað helst fjármögnun, farsælt samstarf við hagaðila, krefjandi og vindasamt veðurfar. Og svo finnst mér mikilvægt að virða og viðhalda sögu svæðisins en einn liður í því er nú í vinnslu þar sem stefnt er á að opna safn
herstöðina í nýju húsnæði Byggðasafns Reykjanesbæjar Ásbrú. Kæra þakki fyrir þetta og það er vissulega rétt hjá bæjarfulltrúa Valgerði að það er mikill metnaður framundan hjá Ásbrú og það var mjög gleðilegt að fara þar ljósanótt þar sem að Byggðasafnið er að byrja að flytja inn í 4.000 fermetra hús og verður virkilega spennandi að fá að fara þar inn þegar það opnar að fullu. Nú undir þriðja máli þá er þessi rammahluti sem byggir á rammaskipulagi frá árinu 2020 sem miðaði við að Ásbrú yrði fullbyggð árið 2050. Gert er ráð fyrir mun fleiri íbúðum og meira byggingamagni atvinnuhúsnæðis í rammahlutunum heldur en kemur fram í gildandi aðalskipulagi. En aðalskipulagi Reykjanesbæjar til 2035 var gert upphaflega ráð fyrir 1300 nýjum íbúðum á Ásbrú en í þessu umræddu rammaskipulagi er miðað við að alls geti risið 4.500 nýjar íbúður á Ásbrú til ársins 2050. Þannig að þetta er metnaðarfullt og þarna er umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja að auglýsa tillögu að rammahluta aðalskipulags fyrir Ásbrú samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Ráðið tekur einnig fram í bókun sinni mikilvægi þess að tryggt veri fjármagn til eflingar samgöngu innviða í samræmi við vöxt bæjarins. En orðið er laust mál 3. Hér hafa ekki fleiri kvað sér hljóðs, þessi samþykkt geta það vinsamlega skefið með merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá eru komin að 7. máli fundargerðarinnar Faxabraut 69, niðurstaða grenndarkynningar, orðið er laust 7. mál. Hér hefur enginn kvað sér hljóðs, þessi samþykkt geta 7. lið vinsamlega skefið með merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú 8. mál fundargerðarinnar Hringbraut 90, niðurstaða grenndarkynningar er hér opin til umræðu. Hér hefur enginn kvað sér hljóðs, þessi samþykkt geta 8. mál vinsamlega skefið með merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú 9. mál fundargerðarinnar Vallarás 13, niðurstaða grenndarkynningar er hér opin til umræðu. Það var frestað, það er rétt. Það er hárrétt hjá bæjarfulltrúa Helgu Jóhannu vel spottað eins og maður segir á góðri íslensku. Þannig að við samþykjum það að þessi formlega frestað. Nei, sjálfsög ekki. Kæra þakki fyrir þetta. Nú 10. mál fundargerðarinnar Faxagrund 3, stækkun hesthús. Hér hefur enginn kvað sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta 10. mál vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú 11. mál fundargerðarinnar Breiðubraut 671. Hér hefur enginn kvað sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta 11. mál vinsamlega skefið merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. 12. mál fundargerðarinnar Sjávargata 33, niðurstaða grenndarkynningar. Þeir sem samþykkt geta fundarliðin vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú 13. mál, Njarðvíkurbraut 25 fjölbýlishús, niðurstaða grenndarkynningar. Þeir sem samþykkt geta fundarliðin vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. 16. mál, Heiðartröð 554, uppskipting á fasteign. Þeir sem samþykkt geta fundarliðin vinsamlega skefið merki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú 17. mál, Klettatröð 19a, uppskipting fasteignar. Þeir sem samþykkt geta fundarliðin vinsamlega skefið merki. Og það eru öll greidd atkvæði. Nú orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti. Hér hefur enginn kvað sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. september síðastliðnum vinsamlega skefið þess merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin að máli númer 3 á dagskrá fundarins, fundargerð lýðheilsuráðs frá 3. september síðastliðnum og orðið er laust þá fundargerð. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir máli 1 í fundargerð lýðheilsuráðs þar sem fjallað haldin var kynning á starfsemi vinnuskólans og í raun má segja að þessi koma mín í ræðustól núna undir þessum lið tengist einnig máli 4 í fundargerð bæjarráðs 5. september samþykktina umgengni og þrifnað utanhúss.
En ég vil byrja á að taka það fram að það er virkilega ánægilegt að sjá þá fjölbreytni sem að orðin í starfsemi vinnuskólans og ég veit að við höfum frábært fólk þar í stefni sem að nær vel til krakkan okkar og hefur elt ungmennastarfið í bænum okkar til árafjöld. Ég velti hins vegar fyrir mér hvort þessi fjölbreytni komi niður á umhirðu gróðurs og opinna svæða og hvort ekki sé þörf á að efla vinnuskólan enn frekar í ljósi stöðunar á þeim málum í sveitarfélaginu. Og það er ljóst að nú í september sjáum við glöggt að þrátt að fyrir utan í rauninni bætt gæði í slætti á grænum svæðum að þá er viðhaldi þessara grænu svæða verulega ábótavant og víðast virðist því lítið ef eitthvað sinnt og þarna er ég í rauninni að ræða stöðuna á þessum reitum þar sem gróðursett hefur verið á í gegnum árin og sú staða er vægast döpur. Það er varla það beð sem að maður gengur fram hjá eða trjáþyrping eða hvað við skulum kalla þetta sem að ekki er grasi vaxinn og trjágróðurinn víða farin að kafna undan þessari vanhirðu og víða dauður hreinlega. Og nú vil ég taka fram á léttunótunum áður en að meirihlutin kemur upp og skammar mig fyrir að gera lítið úr starfsemi vinnuskólans eða öðru starfsfólki sveitarfélagsins að þá tek ég að sjálfsögðu fram að ég stend við það sem ég hef áður sagt. Það er okkar kjörinna fulltrúa að bera ábyrgð á starfsemi sveitarfélagsins, ekki einstakra starfsmanna. Og ég er viss að starfsfólk og ungmenni vinnuskólans hafa gert vel úr því sem þeim var skammtað. Mín skoðun er þó svo að við ættum að bæta þá enn frekar í. Við erum augljóslega ekki að ná að sinna umhverfinu okkar svo vel megi kallast. Og ef áherslu vinnuskólans hafa breyst í þá áttina að ekki sé til þess ætlast að þau sinni þessum verkefnum áfram eins og hefur verið í áratugi, þá þurfum að leita annarra leiða. En eftir mínar fjölmörgu göngur bæinn vítt og breytt í sumar og núna á haustinu, við getum ekki unnið við þetta. Við þurfum að rífa þetta allt upp á endanum og það viljum við ekki. Þetta lítur ekki vel út. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, biðjum orðið. Virðulegi forseti, ég ætla nú engan að skamma. Mér langar bara að koma og aðeins að segja frá þær mál númer 2 á dagskrá þessa fundar fjallaði félagsmiðstöðina Brúnna í Háaleitsskóla og þar er talað að félagsmiðstöðin sé ný og sem er að sumu leyti rétt af því að þetta er orðið núna formlega að félagsmiðstöð sem er það útibú frá 88 húsinu. En brúin hefur hins vegar verið starfrækt núna í Háaleitsskóla í nokkur ár og það hefur gengið mjög vel, hún hefur verið vel sótt og er liður í því að líka fjölga félagsmiðstöðum út í hverfin. Og það er eitthvað sem við höfum áhuga á að gera ennþá meira af og er í skoðun. Þannig að bara til þess að taka allan vafa af því að máli ný félagsmiðstöð í Háaleitsskóla. Hún er sannarlega nýtt útibú formlega en hefur verið þarna starfrækt á vegum skólans, bara innan skólans síðustu ár. Já. Forseti vil aðeins koma undir lið númer 2, fyrst að það er búið að opna á hann og bara frábært framtak og takk fyrir að koma með þetta hér, bæjarfulltrúi Halldóra Fríða og forseti fagnar þessu verkefni sem er gríðarlega mikilvægt en bærinn okkar er eitt svo lengsti á landinu og hverfið Ásbrú er tiltölulega langt frá Keflavík þar sem 88 húsið og þess vegna er þetta verkefni svo rosalega þarft. Og það er mjög gleðilegt að þetta er vel sótt og það er mjög mikilvægt að virkja börn í þessu hverfi, að hafa þetta á þeirra heimasvæði, það er langt að labba þetta, tala nú ekki í létta rokinu sem er einstaka sinnum á Suðurnesjum. En það er frábært að heyra að þetta gangi vel og óska forseti Brúnni til hamingju með þessa félagsmiðstöð.
En forseti vill líka koma aðeins hér upp undir lið 3 og vill þakka sérstaklega Gunnhildi Gunnarsdóttur, forstöðukonu Fjörheima og Ólafi Bergi Ólafssyni frístundaráðgjafa fyrir þeirra frábæru vinnu tengt öruggri ljósanótt. Forvarnir skipta máli, þær eru mikilvægar og þær skila árangri. Það var algjörlega til fyrirmyndar þetta mikla viðbragð forvarnar aðila sem var ljósanótt og þakki líka til okkar íþrótta- og tómstundafulltrúa og hans teymi. Þarna mætti flotinn sem er snilldar hugtak sem forseti var ekki kunnugt það er að segja að þetta er flakkandi félagsmiðstöð og algjör snild. Og það sem að vakti athygli forseta var hversu sjáanleg þau voru á ljósanótt. Það er að segja flotinn, fulltrúar 88 hússins, forvarnaraðala líkt og samtakahópsins, foreldraröltið og lögreglunar. Hátíðin okkar gekk einstaklega vel og var okkur til mikill að sóma og kæra þakkir þið öll fyrir gott starf. Þetta var virkilega vel tekið eftir. Nú að lokum er gott að minna á forvarnavikuna sem hefst núna 30. september næstkomandi. Þetta er fyrirtakstími fyrir okkur íbúa að tækla heilsuna til betri skoðunar. En besta lækningin er, eins og við vitum öll, góða forvarnir og góð almenn heilsa alltaf, ekki bara fyrir jólakjólinn eða sveltið í janúar. Svo það sé sagt. En orðið er laust fundargerð lýðheilsuráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðast þessi samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skefmerki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin hér í mál nr. 4 fundargerð velferðarráðs frá 12. september síðastliðnum og orðið er laust þá fundargerð. Margrét Þórarins. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 1 málefni heimilislausra smáhús. Ég er virkilega glöð að sjá hver hratt smáhúsin rísa og vonandi stenst nú tímaáætlunin að fyrstu íbúðirnir geta flutt inn í desember. En mér langar að spyrja hérna nokkra spurninga og komið skipulag hvernig halda eigi utan íbúa smáhýsana og hvernig innliti verður háttað við aðstoða þá við daglegt líf. Ef svo er ekki, hvenær er þá að vænta að það verði tilbúið þar að segja þessi aðstoð sem þeir komu til með að fá. Mér langar einnig að koma hérna inn á bakvakt barnaverndarþjónustu á ljósanótt. Ég vil þakka henni Úlfarsdóttur teymistjóra barnaverndarþjónustu Reykjanesbæjar fyrir greinagóða skýrslu og starfsfólki barnaverndar sem stóð vaktina fyrir þeirra störf. Einnig vil ég þakka flotanum, starfsmönnum félagsmiðstöða fyrir sitt framlag og lögreglunum fyrir flott samstarf við barnavernd og flotan og hver lögreglan var sýnileg á ljósanótt. Það sýndi sig hver samvinnan er mikilvæg. Hjartans þakki fyrir alla ykkar vinnu. Aðkoma alla þessa aðila á ljósanótt er mjög mikilvæg og það sýndi sig svo sannarlega hversu vel gekk. Síðan langar mér að koma hér undir 5. lið fjárhagsáætlun 2025. Ólafur Garðar Rósinkrans, verkefnastjóri í málefnum fatlaða, kom á fundinn og sagði frá framgangi fjárhagsáætlana hjá búsetuþjónustu. Eins og við vitum að þá er fjárhagsvinnan hafin hjá okkur og er í vinnslu. Ólafur segir að það hefur verið erfiðleika með mönnun búsetuúrræða, veikindi starfsmanna vegna mikið álags í vinnu, aukin yfirvinna starfsmanna vegna erfiðleika með að manna stöður. Lágmarksmönnun á stöðugildum. Við erum að tala að hann er að óska eftir 8-9 stöðugildum. Já, 8-9 stöðugildum. Þetta er algjörlega óásættanlegt ástand sem á sér stað þarna og ég velti fyrir mér hvað gerist, hvert eru eiginlega komið hvað var að þjónustu við fatlað fólk. Í dag eru 18 börn í skjólinu og 3 starfsmenn og ég bara spyr, er það ásættanlegt að 3 starfsmenn sinni 18 fötluðum einstaklingum? Það þarf að greina þennan vanda og hvað veldur því að erfitt er að manna búsetuúrræði fyrir fatlað fólk. Hann nefnir einnig mikið álag starfsmanna vegna aukina yfirvinnu vegna erfiðleika með mönnun. Hvað ætla meirihlutinn að gera? Reykjanesbær þarf að bregðast við manneklu þessa málaflokks sem veldur skerðingu og þjónustu við hann. Við verðum að leysa þennan vanda strax og hafa hraðar hendur á. Síðan langar maður að koma yfir hvað var það mælaborð tölulega upplýsingar. Fjárhagsaðstoð. Mikið fagna í þessu tölum að fjöldi á fjárhagsaðstoð í júlí var 230 ár miðað við 352 einstaklinga á sama tíma á síðasta ári.
Það væri áhugavert að sjá hvernig þessi gríðarlega fækkun á sér stað og það væri gaman að fá greiningu á því. Síðan það sérstakur húsnæðisstuðningur. Ég fagna þessum tölum. Í júlí í fyrra fengu 257 einstaklingar sérstakan húsnæðisstuðning sveitarfélagsins og á sama tíma fengu 289 einstaklingar í júlí í fyrra. Þetta virkilega ánægjulega tölur og að einnig lækki sérstakur húsnæðisstuðningur eins og fjárhagsstuðningur. Takk fyrir. Sigurrós Antonsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðri gestir. Ég kem einmitt einni hérna undir fundagerð velferðarráðs sem var haldinn 12. september síðastliðinn og langar þá að svara spurningu Margréti, bæjarfulltrúar Margréti Þórarins. Undir mál 1, málefni heimilislausra, þetta var náttúrulega mjög, það var svo, við fengum bara svona hlýtt í hjartað að sjá hvað verkefni þessa máls komið langt á veg og já, ég vona að þau fái inn fyrir jól. En varðandi með umgjörðina þessa einstaklinga sem verða í þessum húsum, þá bara vinna svo í gangi að reyna að fá stöðugildi, hálft, heilt eða hvernig við útfærum það að sjá þessa einstaklinga. Því að þau þurfa mikið við aðhald og eiginlega höfum verið að hugsa svona með snemmtaka í hlut, nei fyrir ekki frú Ragnheiði skaðabótaminnkun í forgrunni fyrir ekki. Þannig að það allt í vinnslu, Margrét. Síðan langar mér að koma undir máli 2. Bakvart barnaverndarþjónustu á Ljósanótt og ég líka sammála henni, Margréti, bæjarfulltrúa Margrét, að umgjörðin var alveg til fyrirmyndar. Og velferðarráð þakkaði einmitt starfsfólki líka barnaverndarþjónustu fyrir skýrsluna og öllum þeim sem lögðu hönd á plóginn við undirbúning og framkvæmd ljósanætur fyrir frábært starf. Þá einna helst 88 húsir og flotanum eins og það var líka kom fram hérna áðan, sem hópur starfsmanna og foreldra líka sem gengu með lögreglu á laugardagsnóttinni eða laugardagskvöldinu og þess má geta að gengni voru hátt í 20 kílómetrar þessa nótt og ég var þar á meðal vegna starfa minna í lögreglunni. Og þá langar mér líka að segja frá að með því að taka höndum saman sem samfélag, þá vil ég minna á að saman eiga samfélagslegir innviðir okkar að vinna gegn ofbeldi. Það tókst í þetta skipti, en ég vil líka árétta að við megum aldrei missa sjónar á forvarnarfræðslunni. Með ljós í hjarta, þar sem bæjarhátíðin okkar orðin svolítið stór, einmitt markasett sem bjartasta hátíðin. Og þá langar mér heldur ekki að gleyma því að ég vil hrósa unga fólkinu okkar fyrir að mínu mati þá var bara mun minni unglingadrykkju en oft áður. Þannig að hrós til þeirra. Síðan ætla ég að fara yfir í mál 4, mörk félags- og heilbrigðisþjónustu. Hera Ósk Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs gerði grein fyrir málinu. Erindi sem sviðsstjóri velferðarsviðs sendi embætti landlæknis í nóvember á síðasta ári varðar þá þjónustu og stuðning sem bærinn hóf að veita þeim sem þurfa margþætta og sífellt flóknari þjónustuþarfir. Ýmsir þættir umrædda þjónustu falla að mati bæjarins undir það sem má kalla læknisfræðilega meðferð eða veitingu heilbrigðisþjónustu. Og þá langar mér aðeins að kíkja í bréfi með leyfi forseta. Þá óskaði Reykjanesbær eftir að embætti landlæknis gæfi álit sitt á hvort tiltekin verkefni sem starfsmenn félagsþjónustu Reykjanesbæjar veita þjónustunotendum falli undir heilbrigðisþjónustu
og hvort umrædd þjónusta teljist meðferð sem heilbrigðisstarfsmenn eigi að sinna. Í erindi bæjarins þess einnig óskað að embætti landlæknis yfirfæri þá þjónustu sem veitt í fyrrgreindu máli og veiti álit það hvort hún eigi eða þættir hennar séu í raun heilbrigðisþjónusta sem ófaglegt starfsfólk sveitarfélagsins veiti. Embættið átti fund með fulltrúum Reykjanesbæjar 4. september síðastliðinn, þar sem erindið var rætt. Fátt var samt svör þá, en svari var að embætti embættisins næði aðeins til þeirra sem hafa fengið starfsleyfi sem heilbrigðisstarfsmenn eða staðfestingu embættisins á rekstri í heilbrigðisþjónustu. Hlutverk embættisins væri hvorki að skilgreina hvað heilbrigðisþjónusta né að skipuleggja hana. Það mjög skrítið. En sviðsstjóra velferðarsviðs falið að vinna áfram í málinu og þá verður einnig áhugavert svar heilbrigðisráðuneytisins sem vonandi kemur fljótlega, því að þetta einmitt ekki alveg nógu skýrt hvar mörkin liggja á milli félags- og heilbrigðisþjónustu. Og þetta kannski fer inn í mál númer 5 sem bæjarfulltrúi Margrét talaði álagið. Og ég alveg sammála því, það álag á þessu sviði. Síðan vil ég hoppa inn í mál 7, mælaborðið, og ætla að fagna því að í júlí fengu 230 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð, en á sama tíma það sem kom fram áðan, 352 í fyrra. Og þá ætla ég að enda á því að þess má geta að nú í haust hefur Reykjanesbær og velferðarráð gert samninga við ungmenni sem eiga foreldra á fjárhagsaðstoð og sem að stunda nám við framhaldsskóla, tölvustyrk, sem veitir jöfn tækifæri til náms burt séð frá fjárhagsstöðu heimilisins og því ber að fagna. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Valgerður Björk Pálsdóttir. Já, mér langar að ræða mál númer 3 í fundargerð velferðarráðs, vist heimili barna, og vil ég bara lýsa yfir ánægju með þessa sameiginlegu skýrslu Barnaverndar Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar þar sem þörfin á sameiginlegu vistheimili fyrir barnaverndarþjónustu á Suðurnesjum rakin. Fjallað mikilvægi þess að koma á fót slíku úrræði og þær áskoranir sem hafa komið upp við að tryggja börnum skjól og öryggi í bráðatilfellum og hvernig best hægt að koma slíku heimili á stofn. Mér finnst mjög mikilvægt að setja á fót fjölskylduhús eða vistheimili barna. Í fyrsta lagi þetta lögbundin þjónusta skylda sveitarfélaga. Það nauðsynlegt að geta brugðist hratt og vel við þegar börn þurfa á bráðabirgða vistun að halda vegna vanrækslu, ofbeldis eða annarra óviðunandi aðstæðna á heimili sínu. Í fjölskylduhúsi hægt að tryggja að börn fái faglegan stuðning á meðan dvöl stendur með sérþjálfuðu fólki sem hefur þekkingu og færni til að mæta þörfum þeirra. Það stakk mig að lesa í skýrslunni að í dag ekki boðið upp á fræðslu áföll eða handleiðslu fyrir núverandi vistforeldra sem hýsa börn í skemmri tíma. En í fjölskylduhúsi væri hægt að vera með fagmennta starfsfólk og einnig að veita foreldrum stuðning og uppeldisráðgjöf með því að vista þau með börnum sínum þegar það á við, en það ekki í boði í Reykjanesbæ í dag. Ég ger mig grein fyrir að rekstur á fjölskylduhúsi kostnaðarsamur, en bæði það ódýrara en að leita tímabundi í einkarekin úrræði utan sveitarfélagsins og upphæðin sem kemur fram í skýrslunni auðvitað ekki alveg lýsandi þar sem hægt að draga frá þann kostnað sem fer í dag til vistforeldra. Svo má auðvitað velta fyrir sig samfélagslega kostnaðinum til framtíðar fyrir þessi börn og fjölskyldu þeirra og samfélagið allt ef ekki tekst að vinna vel úr málunum. Eflaust minnka líka álagið á barnaverndarstarfsmenn sem hafa þurft að hýsa sjálf börn heima hjá sér í nokkrum tilfellum þar sem ekkert annað var í boði sem auðvitað alveg óboðlegt.
Í skýrslunni koma fram ýmsar tillögur að lausnum á þessum áskorunum og mér líst mjög vel á að sveitarfélögin á Suðurnesjum verði í samstarfi reksturinn á svona húsi. Það er alveg ljóst að þörfin er aðkallandi og helst þarf að koma slíku úrræði á sem fyrst. Takk fyrir þetta. Forseti tekur undir bæjarfulltrúa Valgerði þetta mál 3 vistheimili barna. Þetta var athyglisverð lesning og stakk mann alveg á vissa staði. Þetta er góð skýrsla, þetta sé tekið saman og forseti fagnar að sveitarfélögin geti leitt þetta saman út af því að þetta er náttúrulega hagsmunamál fyrir okkur fleiri en bara okkur í Reykjanesbæ. En það er alveg ljóst að er að ræða neyð í þessu málaflokk og þetta er mikilvægt mál fyrir okkur, það er að segja börn í erfiðum aðstæðum, við verðum að grípa þau, það verður að vera til úrræði til þess að grípa þau og þetta er mál sem við getum ekki slakað á við, það er alveg ljóst. Þannig að þakkir til velferðarráðs og skýrsluhöfunda að taka þetta mál saman og þessu verður fylgt áfram eftir innan velferðarráðs og innan sviðsins. Nú, forseti vill einnig hér ræða aðeins mál númer 1, málefni heimilislaus og smáhús. Hér er verið að hefjast handa við að setja upp húsin og klára að setja þau saman sem verða sett niður núna síðar í ár. Þetta verkefni er gríðarlega mikilvægt fyrir líf og heilsu okkar viðkvæmasta hóp og biðla forseti þess eindregið að íbúar Reykjanesbæjar allir sem einn taki vel á móti þessari hugmynd, þessu verkefni og þessu nýja búsetuformi en hér að ræða risastórt velferðarmál fyrir okkur öll. Nú, mál 4 er mjög athyglisvert og þetta er ekki fyrsta skipti sem að þetta er rætt og var mikið rætt þegar það var verið að flétta þessa þjónustu saman á sínu tíma. Mann fórst ekki alveg hvaða ára það var, það líklegast 2017, ef mér minnir rétt, að það er að skilgreina þessi mörk milli félagslega þjónustu og heilbrigðisþjónustu. Þetta er oft á tíðum snúið þegar báðar þjónustur sinna sama einstaklingum og hvenær á annar að hætta á hinn að byrja. Það er mikilvægt að þetta mál hljóti eitthvað farveg til að okkar starfsfólk sé öruggt í sinni vinnu á vettvangi heimilisfólks og geti verið öruggt í sínum störfum. Þannig að það verður athyglisvert að fylgjast með þessu máli áfram og mjög mikilvægt að niðurstaða náist í þetta mál. Nú, orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðast þeir sem samþykkt geta fundargerðina vissilega skipta þess merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin að málana 5. síðasta fundarliðnum hér á dagskráni í dag. Það er fundargerð menntaráðs frá 13. september síðastliðnum. Orðið er laust. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég kem hér upp undir fundargerð menntaráðs frá 13. september síðastliðnum og ætla að ræða stuttlega nokkuð mál sem voru á dagskrá og byrja þar á fyrsta máli snembar stuðningur en deildarstjóri skólaþjónustu og sálfræðingur á menntasviði mætt á fundinn og fór yfir hvernig fjölbreyttum stuðningsþörfum er mætt í skólakerfi Reykjanesbæjar, verklagsreglur og inntöku í sértæk námsúrræði. Þá kynnti yfir sálfræðingur á menntasviði tillögu að átaki varðandi sálfræðilegar athuganir hjá skólaþjónustu menntasviðs. Tillagan snýr að því að gera skólaþjónustu skrifstofu menntasviðs kleift að gera vinnslu og þjónustusamning við sálfræðistofur afmörkuð verkefni innan skólaþjónustu. Nánar tiltekið að vinna athuganir sálfræðinga. Í tiltekinn tíma er hægt að ná hratt markverðum árangri í að fækka börnum sem bíða eftir athugun sálfræðings skólaþjónustu. En á þessari stundu eru það 162 börn sem bíða eftir að fá þessa athugun. Með fjárfestingu sem að nemur 12 milljónum króna á ársgrundvelli til næstu 2 ára er hægt að fækka börnum sem bíða eftir þessari athugun 60 börn árlega þessi 2 ár. Og þá á máli 2 ávextir í grunnskólum. Á fundi menntaráðs 30. ágúst síðastliðinn kom fram hugmynd að í öllum skólum Reykjanesbæjar verði tekin upp sama fyrirkomulag og nú er í Stapaskóla. En þar er byggt á verkefninu Heillaspor eða Nurture. En hluti af því að nemendum stendur til boða að fá ávexti sér að kostnaðarlausu. Þessi leið kostar 120.000 krónur á mánuði og ef hún er yfirfærð á alla grunnskóla Reykjanesbæjar er kostnaðurinn 8 milljónir á ársgrundvelli. Í þessari tölu er ekki gert ráð fyrir kostnaði sem hlýst af umstangi í kringu verkefnið að hafa ávexti til boða. Þetta er aðeins kostnaði við að fá ávextina inn í skólana.
Þess ber að nefna á síðasta fundi skólastjóra grunnskóla Reykjanesbæjar kom upp svo hugmynd að gefa foreldrum færi á því að versla fyrir barnið sitt ávaxtabakka frá skólamatt sem kostar 157 krónur per skamt eða 785 krónur á viku miðað við 5 skóladaga. En sú þjónusta þá hugsuð sem staðgengill fyrir nesti sem nemendur hafa margir hverjir tekið annars með sér. Stapaskólaleiðin ekki hugsuð sem staðgengill fyrir nesti heldur aðeins sem aðgengi að ávöxtum ef þörf krefur og hefur gefið góða raun í Stapaskóla og leitt af sér bætta líðan nemenda þar. Og svo að 7. máli, fjárhagsáætlun menntasviðs, en sviðsstjóri menntasviðs fór yfir ramma menntasviðs fyrir fjárhagsáætlun ársins 2025. Og í ljósi kostnaðar sem áætlar í ár vegna langtíma veikinda starfsfólks menntasviðs Reykjanesbæjar vill menntaráð leggja til að skoðaður verði fýsileiki þess að ráða inn starfsmann í mannauðsdeild Reykjanesbæjar sem hefur umsjón með mannauðsmálum menntasviðs. Með þessu mögulegt að bæta líðan starfsfólksviðsins, styðja við grunn- og leikskólastjóra Reykjanesbæjar í mannauðsmálum og þannig lækka kostnað sem hlýst af langtíma veikindu starfsfólks sem stefnir í 200 milljónir árið 2024. Þessi kostnaður var 136 milljónir árið 2023 og í aukningi því áætlaðar 64 milljónir króna á milli ára. Til glöggvunar ber að nefna að í Reykjanesbæ mannauðsdeildin með 2 starfsmenn. Ef við skoðum sambærileg sveitarfélög þá Hafnarfjörður með 5 starfsmenn, Akureyri 4 og Mosfellsbær með 3. Ég þakka gott hljóð. Margrét Þórarins. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 1, snemmbær stuðningur. Ég fagna því að menntaráð vísar tillögu að átaki varðandi sálfræðilega athugunar hjá skólaþjónustu Menntasviðs til fjárhagsáætlunar. Þetta mjög þarft verkefni og mun skila sér í betri þjónustu til þeirra barna sem þurfa á henni að halda og biðtími mun styttast verulega. Í dag eru 162 börn á biðlista eftir sálfræðiþjónustu. Með því að ráða tímabundið sálfræðistofur til að stytta biðtíman hjá þessum börnum, þá erum við að tala kostnað upp á 12 milljónir á ársgrundvelli, en biðlisti myndi þá styttast úr 162 börnum í 102 eða 60 börn á ári. Þetta því frábær arðbær fjárfesting til framtíðar og við myndum sjá árangur af þessari fjárfestingu inn í skólakerfinu og félagslega kerfinu. Ég vona svo sannarlega að það verði tekið vel í þessa beiðni frá Menntasviði í fjárhagsáætlunarvinnunni og hún verði að veruleika. Ég óska að þetta verði bókað. Síðan langar mig að koma hérna undir lið 6 fjárhagsáætlun Menntasvið 2025. Helgi Arnarsson, sviðsstjóri Menntasviðs, fór yfir ramma Menntasviðs fyrir fjárhagsáætlun ársins 2025. Í ljósi kostnaðar við áætlunar í ár vegna langtíma veikinda starfsfólk Menntasviðs Reykjanesbæjar vill menntaráð leggja til að skoðaður verði fýsileiki þess að ráða inn starfsmann í mannauðsdeild Reykjanesbæjar sem hefur umsjón með mannauðsmálum Menntasviðs. Með þessu mögulegt að bæta líðan starfsfólksviðsins og þannig lækka þann kostnað sem hlýst af langtíma veikindum starfsfólk sem stefnir í 200 milljónir á árinu 2024. Ég tek heilshugar undir með Helga Arnarsyni, sviðsstjóra Menntasviðs, mikilvægi þess að ráða einn starfsmann í mannauðsdeild Reykjanesbæjar sem myndi hafa umsjón með mannauðsmálum Menntasviðs. Það þarf að greina þann vanda sem nú til staðar hjá starfsfólki Menntasviðs. Hver ástæðan á bak við öll þessi langtíma veikindi? Eins og staðan í dag þá erum við að tala 200 milljónir í greiðslu til starfsfólk sem hefur farið í langtíma veikindi. Miðað við þann kostnað sem hlýst af langtíma veikindum þá sjáum við að það endurspeglar starfsaðstæður kennara og það þá svo sannarlega að hlúa betur að þeim. Ég óska að þetta verði bókað. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ekki viss að ég hafi heyrt rétt farið með þegar bæjarfulltrúar Sverrir Bergmann talaði 8 milljón króna kostnað í skólum á ári. Ef ég man rétt þá nefndi bæjarstjóri hérna á síðasta fundi einhverja 10 miljóna á ársgrundvelli. Þannig að varðandi og fyrirgefiði nú ég að tala ávexti í grunnskólum, kostnaðin við það. Þannig að ég held að við þurfum að vera alveg skýr á því að það að bjóða upp á ávexti til kaups til að einfalda foreldrum lífið
og að börnin geti þá fengið ferska ávexti á hverjum degi gegn greiðslu í skólanum, hið besta mál. En má ég biðja að sá peningur sem annars færi að veita fría ávexti færi í þennan snembúna stuðning, þennan snembæra stuðning og við myndum vinna slík mál þar sem að velferð barnanna okkar og andleg líðan í húfi, jafn hratt og það að pikka upp verkefni eins og fría ávexti í skólum með fullri virðingu fyrir öllum sem að því verkefni koma. Takk. Valgerður Björk Pálsdóttir. Sverrir Bergmann Magnússon kemur hér á undan. Þakka þér fyrir, forseti. Bara svona rétt til að svara bæjarfulltrúa Helgu Jóhannu. Þessar 75 milljónir að með minni sem bæjarstjóri nefndi hér á síðasta fundi, það gerði ráð fyrir því að allir nemendur í grunnskólum Reykjanesbæjar myndu fá þá þennan umrædda ávaxtabakka frá skólamat sem var 157 krónur per skamt en þessar 8 milljónir miðast við 120.000 krónur á mánuði á hverja skóla yfirfærð á þá mánuði sem að skólar í gangi. Kæra þakk fyrir þetta. Þá kemur Valgerður Björk Pálsdóttir. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla svo sem ekki að koma inn á þetta en mér skilst einmitt að það er vegna þess að Stapaskóli sem hefur verið með ávaxta innkaupin sem eru þessi 120.000 krónur á mánuði. Þau eru að kaupa þetta frá einhverju öðru fyrirtæki en bæjarstjórinn var að skoða þetta í tengslu við skólamat. En mér skilst alltaf að ég hef ekki sjálf fengið kynningu á næstjórverkefninu í Stapaskóla en einmitt að kennararnir hafi upplifað betri líðan hjá börnunum. Þannig ég held að það hafi verið svona kannski upphaflega pælingin með því að skoða þetta. En það sem ég ætlaði að ræða var mál 1, snembær stuðningur. Vil bara byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur og bæjarfulltrúa Sverri Bergmann Magnúsinni. Varðandi að stytta biðlistana og fara í þetta átaksverkefni sem kostar 12 milljónir. Ég tel bara mjög brýnt að við gerum það. Þú veist, það þarf að hafa í huga að þetta er bara langtíma fjárfesting og með því að grípa inn í snemma og veita börnunum viðeigandi stuðning, þá getum við mögulega að koma í veg fyrir enn kostnaðarsamari íhlutun síðar meir af því að vandamálið er ekkert að fara neitt. En ég ætla að ræða því að í bókun menntaráðs undir þessum máli, þá eru 2 punktar A og B og fyrri punkturinn fjallar hvernig fjölbreyttum stuðningsþörfum er mætt í skólakerfinu, á meðan hinn fjallaði þetta átaksverkefni. Má ég sjá? Já, mig langar að ræða það mál og ræða bara almennt upplifun foreldra af því að sækja sér þjónustu fyrir börnin sín. Mér finnst mjög mikilvægt að foreldrar barna með fjölbreyttar stuðningsþarfir geti auðveldlega fundið upplýsingar þjónustu sveitarfélagsins, að það séu skýrar leiðbeiningar hvert þau eigi að leita, hvernig sækja þjónustu, hverju séu helstu tengiliðir og hver réttindi barns eru. Þetta gæti verið einskonar leiðarvísir sem væri aðgengilegur á heimasíðu sveitarfélagsins. Skortur á aðgengilegum upplýsingum getur nefnilega leitt til þess að foreldrar þurfa að eyða miklum tíma og fyrirhöfn í að leita sér aðstoðar sem getur verið erfitt og tímafrekt. Það er mikilvægt að sveitarfélagi bjóði þess vegna upp á eins konar leiðarvísi eða upplýsingaveitu sem er sérstaklega ætlaður þessum hópi. Með því að gera þessar upplýsingar aðgengilegar getur sveitarfélagi létt á álagi foreldrar. Margir foreldrar eru á svokallaðri fjórðu vakt sem er hugtak sem er notað til að lýsa því auka álagi sem hvílir á foreldrum barna með fjölbreyttar stuðningsþarfir, fatlaðra og langveikra barna. Fjórða vaktin felur í sér fjölmargar tímafrekar skyldur svo sem óteljandi læknisheimsóknir, flókin lyfjamál, þurfa að rata í gegnum flókin kerfi til að tryggja barninu viðeigandi þjónustu, mikla upplýsingarleit og samskipti við ýmsa fagaðila, fjölda funda með fagaðilum, skólum og öðrum sérfræðingum á alls konar tímum. Ég ger mig grein fyrir að farsældarlögin snerta á þessu á einhvern hátt en ég hef þó heyrt frá foreldrum í bæjarfélaginu sem er í þessari stöðu að þau séu orðin langþreytt á því að eyða miklum tíma í að komast að því hvaða þjónustu barnið er á rétt á og hvernig og hvar hún fæst. Kæra þakki fyrir þetta, ágætu bæjarfulltrúa fyrir mjög
góða umræðu hér inni. Þetta eru góð mál þarna í fundargerð menntaráðs og eitthvað sem við þurfum að skoða sérstaklega og eigum við sem barnasamfélag, og ég meina það í orðsins fyllstu merkingu með öll þessi börn sem búa hjá okkur, að hafa þeirra þarfir og vild og velvilja að leiðarljósi einmitt til þess að grípa þau fyrr en síðar. Langur biðlisti eftir þjónustu til barna er óboðlegur, við vitum það. Athyglisverðar umræður og takk fyrir góðar hreinskilin svör hér. Orðið er laust fundargerð menntaráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skefið þess merki. Það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, kæru bæjarfulltrúar, nú er formlega dagskrá bæjarstjórnar hér tæmd. Fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og lýsi ég því hér með bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar númer 681 hér slitið.